þegar hann greindist þá strákurinn okkar 3 ára og mér alltaf þótt börn skynja allt miklu betur en fólk gerir sér oft grein fyrir, þannig að við ákveðum bara að leyfa honum að taka þátt í ferillunni, að þetta var náttúrulega bara lífið okkar þann tíman og hann alveg kom með okkur á spítalann og við vorum ekkert að fara í einhver fyrirleik, af því oft maður að fara í einhver fyrirleik og svo kemst það kannski upp síðar og barnið lifir helmingi verð fyrir vikið og þetta voru náttúrulega 2 aðgerðir og lyfjameðferð og geislameðferð og þú felur ekkert svona fyrir litlu krakka og maður fann það oft líka á stráknum, þú veist, ef maður leiði eitthvað illa sjálfum þá er það ótrúlega næma að koma og knúsa mann og segja eitthvað krúllegt við mann og honum fannst líka bara ótrúlega sport að fá svala og djús og eitthvað svona hjá hjúkkunum og fara með pappa í geislameðferðina og sjá grímuna á honum fannst það geðveikt flott og ennþá í dag eigum við mér þess að grímuna og hann tekur hann stundum fram og bara manstu pabbi þannig ég held að skipta rosa miklu máli fyrir börnin að taka þátt í þessu af því að þú felur ekkert svona fyrir litlum gáfuðum krökkum eða bara börnum yfir höfuð og svo náttúrulega þarf maður líka að upplýsa alla sem þú veist á leikskólum og þannig hvað í gangi á heimilinu upp á að þau geta tæklað það þú veist sín á milli og eins og einu sinni sat hann á gólfinu og var að segja það hefði verið að skera hausinn af pabba og komið með stál í hausinn á honum þá var þess búin að vera aðgerð og fekk heftin og allir bara nei þetta ljúga bara nei það satt, það búið að skera hausinn af pabba þannig að þetta svona múið krúllið hvernig þau túlka hlutina og eru